saman komin hér í Stykkishólmskirkju í dag til kveðjustundar. Við munum nú í sameiningu með bænum, tónlist og minningarorðum kveðja hjartkæra samferðarkonu, Árnýju Ingibjörgu Ólafsdóttur eða Ingu, með þakklæti fyrir allt það sem hún gaf með lífi sínu. Það hafa borist nokkrar kveðjur frá ástvinum og ég flyt nú kveðjur þeirra. Guðný Sigga, Siggi Jörgen og synir þeirra senda elsku Jónasi og fjölskyldunni allri sínar dýpstu samúðarkveðjur. Því miður náðu þau ekki að vera með ykkur í dag, en þau fylgjast með úr fjarlægð. Hugurinn er hjá ykkur. Þau senda þetta litla ljóð sem séra Sverrir Haraldsson orti við andlát móður þeirra Jörfasystkina og þeim finnst eiga mjög vel við núna. Þótt margir tárist moldum þínum yfir og mikið skarð og stauðin hafi gjört, þá mildar harm að mynd í hugum lifir og minning sífellt hrein og sólskins björt. Starfsfólk leikskólans í Stykkishólmi og hjá sveitafélaginu Stykkishólmi þakkar Ingu fyrir áralanga samvinnu. Hún var samstarfsfólki sínu svo mikils virði og öllum þótti vænt hana. Inga var góð vinkona og átti einnig góðar stundir með samstarfsfólki sínu utan vinnu á ferðalögum innanlands og í námsferðum til útlanda. Auk matar og kaffiboða þar sem hún gat alltaf boðið upp á góðar samræður. Guð blessi minninguna elsku Ingu. Lionsklúbburinn Harpa í Stykkishólmi sendir innilega samúðarkveðjur til fjölskyldu Ingu og þakkar Ingu fyrir óeigingjarnt starf fyrir Lionsklúbbinn. Inga var Lionskona allt frá stofnun Hörpu og var frábær félagi bæði í leik og starfi klúbbsins. Hennar verður sárt saknað í fjáröflunarverkefnum og ekki síst á félagsfundum. Ásgeir Stefánsson, mágur Ingu, kveður hana með hjartans þökk fyrir allar góðu stundirnar leið og hann vottar Jónasi og fjölskyldunni innilega samúð. Margrét, Atli og þeirra fjölskylda þakka Ingu samfylgdina og senda Jónasi, Steina og Sigga Grétari og þeirra fjölskyldum innilegar samúðarkveðjur. Innilegar samúðarkveðjur til Jónasar og fjölskyldu frá Þóri, Tótu og fjölskyldu. Dolly, mágkona Ingu, sendir innilegar samúðarkveðjur. Nanna Jónsdóttir sendir innilegar samúðarkveðjur. En við skulum nú signa okkur og ég fer með bæn. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Kom huggari, mig hugga þú. Kom hönd og bind sárin. Kom dögg og svala sálu nú. Kom sól og þerra tárin. Kom hjartans heilsu lind. Kom heilug fyrir mynd. Kom ljós og lýstu mér. Kom líf ævin þver. Kom eilífð bak við árin. Amen.
Ég les úr Rómverjabréfinu. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum, berið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna. Oftreystið ekki eigin hyggindum, gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra, hafið frið við alla að því leyti sem það unnt og á ykkar valdi. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við skulum rísa á fætur ef við treystum okkur til. Við heyrum heilagt guðspjall sem skrifað stendur í Jóhannesar guðspjalli. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi Guðs eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég Veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Undir háu hamra besti höfði drúg.
lífsvængja þýttir vorsins sig og sólarljós. Ég held ég skynji hug þinn alla, hjartasláttinn rósin mín kristaltærir daggar dropar drjúpa myrk á blöðin þín. Æsku minnar leiðir lágu lengi vel þennan stað. Krjúpa niður, kyssa blómi, hversu dýrlegt fannst mér það. Finna hjá þér ást og una, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Hún bar þig í heiminn og hjúfraði að sér. Hún heitast þig elskaði og fyrirgaf þér. Hún æti þér skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Hún íslenska konan sem ól þig og þér helgar sitt líf. Það einhver djúpur og tær sannleikur í þessu ljóði Ómars Ragnarssonar móðurina. Hér rætt aðalatriði og frumþarfir sem okkur öllum nauðsynlegt að fullnægja. Að vera elskuð og fyrirgefið, að eiga skjól og hlíf. Af þessu átti Inga nóg, handa börnum sínum, barnabörnum og fólkinu sem hún mætti á lífsleiðinni. Inga var þessi kona sem hugsaði fyrst aðra og svo sjálfa sig. Hún var kærleiksrík og hlý, hún var félagsvera sem naut lífsins og var stolt af öllu sínu fólki. Hennar verður sárt saknað. Árný Ingibjörg Ólafsdóttir, eða Inga, fæddist 24. febrúar 1946 í Bakkagerði á Borgarfirði eystra. Foreldrar hennar voru Ólafur Ágústsson og Helga Sesselja Jóhannsdóttir. Þau bjuggu í Gamla Jörfa á Borgarfirði eystra og þar ólst Inga upp. Inga var í miðjunni í hópi 7 systkina. Systkini hennar eru Bergrún, Guðrún Ágústa, Stefán Magnús, Guðríður, Ágúst og Guðný Sigríður. Bergrún og Guðrún Ágústa eru látnar, blessuð sé minning þeirra. Eftirlifandi eiginmaður Ingu Jónas Sigurðsson, fæddur 7. október 1944. Börn þeirra eru Þorsteinn, fæddur 16. janúar 1966, maki hans Sigurborg Sturludóttir. Vignir, fæddur 31. maí 1971,
Vignir lést 14. janúar 2024. Blessuð sé minning hans. Eftirlifandi maki hans Rebekka Jónasson. Dagný Lára, fædd 1. apríl 1975. Dagný lést 25. maí 1987. Blessuð sé minning hennar. Sigurður Grétar, fæddur 21. júlí 1986. Maki hans Kládía Gunnarsdóttir. Barnabörnin eru 10 og barnabarnabörnin eru 2. Inga var fædd og uppalin á Borgarfirði eystra og líkaði vel rólega lífið þar á fallega bæjarstæðinu. Hún var fjörug sem barn og létt í lund eins og hún var alla ævi. Alltaf glaðlynd, skemmtileg og ákveðin. Þau voru 7 systkinin sem ólust saman upp í 34 fermetra húsi. En þau lifðu þröngt en voru sátt með lífið og tilveruna. Inga fór svo að búa í Reykjavík hjá Stebba bróður sínum og fékk vinnu á Sælakaffi sem vildi svo vel til að var einmitt næsta hús við stýrimannaskólann þar sem Jónas stundaði nám. Jónas var tíður gestur á Sælakaffi ásamt vinum sínum úr skólanum og fékk fljótt matarást á Ingu sem síðan þróaðist yfir í ástarsamband sem spannaði 60 ár og gaf af sér 4 yndisleg börn, fjöldan allan af ævintýrum og fallegum minningum. Inga og Jónas hófu búskap sinn stuttu eftir að frumburðurinn, Steini, fæddist. Þeirra fyrsta heimili var í Keflavík, en þar bjuggu þau í 1 ár. Því næst láð leið þeirra til Ísafjarðar þar sem þau bjuggu í tæp 3 ár. Þau giftu sig á Ísafirði 14. september 1968. Árið 1969 fluttu þau svo í Stykkishólm þar sem þau bjuggu alla tíð. Inga starfaði á leikskólanum í Stykkishólmi í 44 ár. Í upphafi þegar hún hóf störf við leikskólann var hann rekinn af nunnunum í Stykkishólmi og var þá kallaður Spító því hann var viðbygging við spítalann sem einnig var rekinn af nunnunum. Inga var þess vegna stundum kölluð Inga á Spító því allir þekktu hana af leikskólanum. Jónas vann á sjó og var stundum margar vikur í burtu í einu og Inga því ein með börnin, en hún fór létt með það eins og önnur verkefni sem hún tókst á við. Nokkur sumur vann hún einnig á netaverkstæði hjá Þórsnesi HF, en Jónas var skipstjóri hjá þeim. Tíma var Inga einnig að vinna næturvaktir í nunnuklaustrinu þegar það var notað fyrir sumardvalir barna. Hún var þá með Steina lítinn með sér í vinnunni og oft var grínast með það að Steini væri eini karlmaðurinn sem hefði fengið að gista í klaustrinu. Inga hélt alla tíð í nánu sambandi við nunnurnar sem ráku leikskólann eftir þetta. Hún lét svo af störfum á leikskólanum árið 2013 en tók þó að sér í staðinn börn í daggæslu sem ekki komust inn á leikskóla og var með þau sitt hvort árið. Hún var með Katrínu Láru árið 2016 og Palla árið 2017. Inga hafði einstakt lag á börnum og það drógust að henni börn hvert sem hún fór. Hún huggaði alla og þá skipti engu máli hver þú værir eða hvaðan þú komst. Það voru allir jafnir í hennar augum. Inga var lengi í barnavernd í Stykkishólmi og það átti vel við hana því að hún lét sig alltaf varða velferð barna. Inga var hannyrðakona mikil og prjónaði ógrynni af listaverkum í gegnum tíðina. Hún var eldsnögg á prjónunum og einstaklega vandvirk. Hún sendi peysur til afkomenda sinna víðs vegar um heiminn og var ekki síður dugleg á prjónunum nú í seinni tíð. Hún var mikil félagsvera og naut þess að vera umkringd góðu fólki. Það var alltaf einhver að kíkja við í kaffi á heimilið þeirra hjóna, enda nærvera þeirra einstök og heimilið alltaf opið þeim sem vildu kíkja við. Inga stóð líka gjarnan jafnvel út á götu að spjalla, bara svona við þau sem áttu leið hjá, því að hún lét sig alla varða. Hún hafði gaman af því að fylgjast með fólki og var þá jafnvel að fylgja eftir einhverjum sem útskrifuðust frá henni á leikskólanum
fyrir 30 árum síðan. Eftir að hafa rætt við fólkið í kringum Ingu ljóst að hún var einstök og hafði djúp áhrif á marga. Það var fyrst og fremst hennar einstaka nærvera og hlýja hjarta. Hún gat líka verið ákveðin og hreinskilin, en það kunni ástvinir hennar vel að meta því að það var alltaf hægt að treysta á að hún sagði satt og rétt frá. Það voru ekki einungis vinir hennar sem sóttu í félagsskap hennar, heldur komu vinir barna hennar líka stundum til þeirra bara til að hitta hana og spjalla. Og vinir Ingu þeir einskorðuðust ekki við ákveðin aldur, heldur átti hún vini á öllu aldursbili og með alls konar bakgrunna. Ég spurði syni hennar hvað hefði verið best til að gleðja Ingu og svarið kom ansi fljótt: gef henni barnabörn. Henni fannst aldrei of mikið á börnum og hún var alltaf aðeins að ýta á það og koma með fleiri. En eftir að Inga veiktist, þá voru börnin hennar svona að reyna að hlífa henni við því að vera að passa, en hún var nú ekki sátt með það. Hún hélt að hún gæti nú alveg passað þrátt fyrir einhver veikindi. En annars var mjög auðvelt að gleðja hana og það var þá helst gert með nærveru, heimsóknum og góðu spjalli. Jónas og Inga voru samhent hjón og stóðu saman á fallegan hátt í gegnum allt sem lífið hafði upp á að bjóða. Þau urðu fyrir stórum áföllum í lífinu sem þau tókust á við saman með æðruleysi og kærleika að vopni og yfirleitt frá Inga líka áfram á hörkunni. Það lýsir vel hennar fallega karakter, hvernig hún tókst á við áfallið þegar þau mistu Dagnýju. Það leið ekki á löngu þar til hún hafði frumkvæði af því að fyrirgefa þeim sem olli slysinu. Annan eins styrk og manngæsku vart hægt að sýna. Það var henni nefnilega ofarlega í huga að það væri nóg að eitt líf hefði verið tekið. Hún vildi ekki að þau yrðu 2. Í janúar 2024 lést Vignir af slysförum í Svíþjóð. Enginn var duglegri við að stríða Ingu, en samt voru þau alltaf í einstaklega góðu sambandi og þá sérstaklega seinni árin. Það var alltaf einhver léttari stemming hjá Ingu þegar Viggi var heima að hamast í frændum og frænkum. Og eru þeir Steini og Sigurður Grétar vissir að Viggi hafi komist upp með margt sem þeir hefði ekki komist upp með. Inga var vakin og sofin yfir fólkinu sínu og fylgdist vel með tengdadætrum og afkomendum. Hún gat alveg brugðist illa við ef henni leist ekki nógu vel á eitthvað framtak þeirra, eins og ævintýraferð til Afríku. En hún var líka alltaf fljót að jafna sig og studdi þau einu og öllu, líka þegar þau voru að þvælast einhvern óþarfa. Hún lagði mikla áherslu á að þau myndu hringja þegar þau kæmu á áfangastað. Þau hjónin voru duglega að ferðast Skandinavíu þau ár sem 2 synir þeirra og fleiri úr fjölskyldunni bjuggu þar. Þau fóru þá á hverju ári í 15 ár í ferðalag til þeirra þar sem þau keyrðu frá Danmörku og til Svíþjóðar og Noregs. Barnabörnin minnast dásamlegrar ömmu sem var alltaf svo óendanlega glöð að sjá þau og heyra frá þeim. Amma bjó alltaf til besta matinn og í uppáhaldi var þá indjánamatur, bjúgu og skúffukaka. Þau minnast skemmtilega hlátursins og hlýju nærverunar. Ömmubörnin voru alltaf svo innilega velkomin og þau máttu alltaf vera með ömmu í öllu sem hún var að gera, hvort sem það var kleinubakstur eða berjatínsla út í sveit. Hún sýndi þeim svo sterkt hvað hún naut samverunar með þeim og hún gerði hverja stund að eftirminnilegri stund. Amma bar svo mikla umhyggju fyrir ömmubörnunum, alltaf glöð, kærleiksrík og hvetjandi. Hún var sannkölluð fyrirmynd og hennar verður sárt saknað. Og loks, þegar móðirin lögð í mold, þá lítur þú höfði og tár falla á fold. Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það var íslenska konan sem ól þig
og gaf þér sitt líf. En sólin hún hnígur og sólin hún rís, og sjá þér við hlið þín hamingju dís. Hún æti þér skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Hún konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. Inga lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi 4. september síðastliðinn. Inga skilur eftir sig stórt skarð því hún auðgaði líf ykkar með svo ótal mörgum hætti og það gerir hún enn með kæru minningum. Og sannarlega var hún góð fyrirmynd sem hægt verður að líta upp til ókomna tíð. Í sorg ykkar og söknuði hægt að finna þakklæti fyrir allt sem Inga gaf með lífi sínu. Það mín staðfasta trú að hún sé nú í höndum Guðs á fallegum stað, þar sem tekið var á móti henni með ást og hlýju, þar sem hún nú í faðmi Dagnýjar og Vigga og þeirra sem farin voru á undan henni. Ég trúi því að á þennan stað höldum við öll þegar lífið eins og við þekkjum það nú tekur enda. Að leiðarlokum kveðjum við Ingu með einlægri þökk fyrir samfylgdina og felum hana Guði. Inga, far þú í friði, friður Guðs þig blessi og hafðu þökk fyrir allt og allt. Amen.
Við skulum sameinast í bæn. Guð, við komum fram fyrir þig á sorgarstundu með söknuð og þakklæti í hjarta. Heyr bænir okkar þegar við biðjum þig að blessa Ingu sem við nú felum þér. Við þökkum þér allt það sem hún gaf með lífi sínu og biðjum þig að blessa minningu hennar. Við biðjum fyrir Jónasi, fyrir sonum þeirra, tengdadætrum og fjölskyldum og fyrir ástvinum hennar öllum. Blessa þau, Guð. Við biðjum þig að vera með okkur í sorginni og leið okkur í gegnum hana, svo að við fáum séð ljósið sem lýsir okkur. Viltu gefa að við getum verið hvert öðru styrkur á erfiðum tímum í Jesú nafni. Amen. Og við biðjum öll saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Strönd í fjarðarbotni, lítil alda rís og hvíslar það langt síðan ég lagði af stað til þín. Nú loksins ég komin aftur, komin heim til mín, úr draumi frá í ævintýralönd og strönd Íslands mig dreymdi að ég deyja ætti hér. Sá draumur rætist vín og nýje en að brjósti þér. Draumi frá í vetur en ég þekki þessa strönd. Nei, hvernig feng ei heilla suðræn ævintýralönd og strönd Íslands mig dreymdi að ég deyja ætti hér. Sá draumur rætist vín og nýje ein að brjósti þér. Sá draumur rætist vín og nýje ein að brjósti þér. Við skulum rísa á fætur.
Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Inga, af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit Ingu, ó Guð, þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Ástvinir þakka samúð og vinarhug og bjóða viðstöddum að þiggja veitingar í Fosshótel Stykkishólmi að athöfn lokinni. Við stöndum nú áfram og við syngjum öll saman, nú legg ég augun aftur. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Förum í friði.